Góðan dag og velkomin í Hreindýraútdrátt 2023 sem að þessu sinni er útvarpað eða sjónvarpað hér frá Akureyri. Í ár var kvótinn 901 dýr, 475 kýr og 426 tarfar. Alls bárust 2926 umsóknir og þar af voru 2923 gildar. Á fimmskiptalistanum í ár eru 32 og sem þýðir að þeir munu fara fram fyrir biðröð og röðin á þeim raðast eftir slembitölum. Nokkur praktísk atriði kannski áður en við vindum okkur í útdráttinn að þeir sem verða heppnir í dag munu eiga von á að fá gíróseðilinn á heimabanka fljótlega. Svo í kjölfarið er gott að muna að vera tímalega með skotprófin sem eru fyrir 1. júlí og alltaf gott að verða sér út leiðsögumann. Nú bara vindum við okkur í útdráttinn og þetta verður með sama fyrirkomulagi og síðustu ár, að við ætlum að byrja á svæði 9 og vinnum okkur svo upp og endum á svæði 1. Og þá byrjum við á torfum á svæði 9. Þar eru 32 tarfar í boði. Fjöldi umsókna var 58. Og þá munum við færa okkur yfir í kýr á svæði 9. Þar er kvótinn 10 dýr, fjöldi umsókna 14.
Rauðu tölurnar þarna hægra megin tákna bara númer á þeim í biðröðinni. Þá er þessu lokið og þá munum við færa okkur yfir í nóvember veiðar á svæði 9. Það er fjöldi umsókna 56 22 kýr. Þá færum við okkur yfir á svæði 8 og byrjum á Törfum. Þar var kvótinn 22 dýr og fjöldi umsókna 42. Færum við okkur yfir í kýr á svæði 8. Þar sem 10 dýr eru í boði og fjöldi umsókna 18.
Næst eru það nóvemberkýr á svæði 8. Í boði eru 12 dýr og fjöldi umsókna 49. Færum okkur yfir á veiðisvæði 7. Byrjum á törfunum. Á svæði 7 voru 221 umsókn 70 tarfa.
Við erum vonandi að geta skipt yfir í Kýra á svæði 7. Þannig að það færa okkur yfir í Kýra á svæði 7. Þar bárust alls 261 umsókn 114 dýr.
Nú fer að styttast í fyrstu menn á biðlista. Það er að hafa þolinmæði á þessum svæðum þar sem eru svona mörg dýr í boði, þá tekur þetta svolítinn tíma. En ég gleymdi að taka fram, við erum á svæði 7, að það voru á 5-skiptareglunni fyrir tarfana, það eru 2 sem hoppa þar fram fyrir biðröð og það er 1 á svæði 7 í kúnum sem að fer fram fyrir biðröð. Þarna sjáum við á fyrstu á biðlista.
Færum okkur yfir á svæði 6 og byrjum á Törfum. Þar eru 5 umsækjendur frá fimmskiptareglunni. Munu því færast fram fyrir biðröð. Umsóknir á þetta svæði voru 291 um 64 dýr. Þarna sjáum við fyrstu menn á biðlista. Eins og ég sagði áðan, það eru 5 þarna með fimmskiptaregluna og munu fara fram fyrir biðröð. Nú er kerfið að klára að vinna úr þessu. Ég var kannski ekki nógu skýr með áðan eða bara þannig að það sé á hreinu varðandi fimmskiptaregluna þegar ég sagði að 5 færu fram fyrir það náttúrulega er að því gefnu að þeir hefðu ekki fengið úthlutað. Þannig að það skýrist betur fljótlega. Nú mun allir umsækjendur fá tölvupóst núna strax eftir helgi og svo er náttúrulega hægt að skoða þessi mál inn á þjónustugáttinni. Það sjá niðurstöðu útdráttarins þar.
færum okkur yfir í Kýrá-svæði 6. Þar er enginn á 5 skipta lista og því mun röðin haldast óbreytt þar. Fjöldi umsókna á þessu svæði var 75 33 dýr. Nálægt því og við förum á svæði 5, við byrjum á Torfum. Þar er enginn á 5 skipta lista, fjöldi umsókna var 89 og kvóti 39 dýr.
Þetta voru tarfar á svæði 5 og þá færum við okkur yfir í kýrnar. Þar voru 99 umsóknir 47 dýr og þar einn umsækjandi á 5 skipta reglunni. Þá höfum við afgreitt svæði 5 og færum okkur yfir í 4 og byrjum þar á törfunum. Fjöldi umsókna á þessu svæði var 59 og 18 tarfa. Þar enginn á 5 skipta reglunni að ég best sé.
Þá er það kýr á svæði 4. Fjöldi umsókna voru 64, kvóti 52 kýr og það er sama þar, engin umsækjandi á 5-skiptareglunni. Næst er á svæði 3 og við byrjum á Börðunum. Þar eru 3 umsækjendur sem falla undir 5-skiptaregluna. Fjöldi umsókna á þessu svæði voru 196, 56 starfa.
Við höfum þá lokið við að draga úr umsóknum um Tarfá 3 og færum okkur yfir í Kýr á sama svæði. Þar eru engir umsækjendur á fimmskiptareglunni. Fjöldi umsókna á þessu svæði var 86 og býr 50. Svæði 3 afgreitt og við förum yfir á svæði 2 og byrjum þar á Torfum sem voru 15 í boði í ár og þá sóttu 55. Þarna á þessu svæði eru Tarfur 4 á fimmskiptareglunni.
Þá er komið að Kúma-svæði 2. Þar er enginn á umskiptareglunni. Fjöldi umsókna þar voru 62 um 15 kýr. Við erum komin á síðasta svæði sem við munum draga og það er svæði 1 og við byrjum á Törfum. Þar eru 15 umsækjendur sem falla undir 5-skiptaregluna. Fjöldi umsókna á þetta svæði voru 689 en kvótinn er 110 tarfar. Sem ég sagði áðan 15 á 5-skiptareglunni.
Ítrekum að þetta er svolítið þungt fyrir tölvukerfið á þessum svæðum þar sem eru svona margar umsóknir. Þetta hefst nú samt allt með tímanum.
Jæja, þá er það komið að Gúmasvæði 1. Þar er einn umsækjandi á 5-skiptareglunni. Og þar bárust 439 umsóknir í 101 dýr.
Jæja, þá eru sem hreindýraútdrætti 2023 að ljúka og við viljum þakka öllum fyrir sem að hlýddu á og minna á það að upplýsingar útdráttinn verða fljótlega aðgengilegar á þjónustugátt hjá umsækjendum og umsækjendur munu einnig fá tölvupóst sendan fljótlega eftir helgi og ítreka það að þeir sem voru heppnir og óska þeim til hamingju náttúrulega að þeir munu fá fljótlega inn á heimabankann greiðslukröfu sem skal greiðast fyrir 17. apríl og kannski alveg í lokin að minna á að vera tímanlega varðandi skotprófin sem að hægt að taka þau fyrir þurfa að klárast fyrir 1. júlí og svo náttúrulega alltaf gott að reyna að tryggja sér leiðsögumann í tíma. En við segjum þetta þá bara gott og þökkum kærlega fyrir.